Þá Jesús hafði lokið við að tala við fólkið, fór hann til Kapernaum. Hundraðshöfðingi nokkur hafði þjón sem hann mat mikils. Þjónninn var sjúkur og dauðvona. Þegar hundraðshöfðinginn heyrði Jesú, sendi hann til hans öldunga gyðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjóns síns. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elskar þjóð okkar og hann hefur reist samkunduna handa okkur. Jesús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til hússins, sendi hundraðshöfðinginn vini sína til hans og lét segja við hann: Ómaka þig ekki, drottinn, því að ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveit minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verður að lúta valdi og ræður yfir hermönnum og ég segi við einn: Far þú, og hann fer, og við annan: Kom þú, og hann kemur, og við þjón minn: Ger þetta, og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, furðaði hann sig á honum, sneri sér að mannfjöldanum sem fylgdi honum og mælti: Ég segi ykkur, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið þvílíka trú. Sendimenn sneru þá aftur heim og fundu þjóninn heilan heilsu. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið, þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana: Grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann: Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla, og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla, og þeir vegsömuðu Guð og sögðu: Spámaður mikill risinn upp meðal okkar, og Guð hefur vitjað líðs síns. Og þessi fregnum Jesú barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Lærisveinar Jóhannesar sögðu honum frá öllu þessu. Jóhannes kallaði þá til sín 2 lærisveina sína, sendi þá til drottins og lét spyrja: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans og sögðu: Jóhannes skírari sendi okkur til þín og spyr: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum öndum og gaf mörgum blindum sýn. Og hann svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið hafið séð og heyrt. Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem hafnar ekki því sem ég geri. Þá sendimenn Jóhannesar voru farnir burt, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þið að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þið að sjá? Prúðbúinn mann? Nei. Í konungssölum þá að finna sem skartklæðin bera og lifa í sællífi. Hvað fóruð þið þá að sjá? Spámann? Já,
segi ég ykkur, og það meira en spámann. Hann er sá sem er ritað. Ég sendi sendiboða minn á undan þér. Hann á að ryðja þér braut. Ég segi ykkur, enginn er sá af konu fæddur sem er meiri en Jóhannes, en hinn minnsti í Guðs ríki er honum meiri. Og allir sem áhlýttu, jafnvel tollheimtumenn, viðurkenndu að hér var Guð að verki og létu skýrast af Jóhannesi. En faríseyjar og lögvitringar gerðu að engu áform Guðs þá og létu Jóhannes ekki skýra sig. Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessarar kynslóðar? Hverju eru þeir líkir? Líkir eru þeir börnum sem á torgi sitja og kallast á. Við lékum fyrir ykkur á flautu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgarljóð og ekki vildu þið gráta. Nú kom Jóhannes skírari, át hvorki brauð né drakk vín og þið segið, hann hefur illan anda. Og mannssonurinn er kominn, etur og drekkur og þið segið, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og syndara. En öll börn spekinnar sjá og játa hvar hún er að verki. Fariseginn okkur bauð Jesú til máltíðar og hann fór inn í hús farisegans og settist til borðs. En kona ein í bænum, sem var bersyndug, var þess vís að hann sat að borði í húsi farisegans. Kom hún þá með alabastusbuðk með smyrslum. Nam staðar að baki Jesú til fóta hans, grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyrslunum. Þegar fariseginn sem hafði boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér. Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann, að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það, meistari. 2 menn voru skuldugir lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað, og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snér hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs voru með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En Jesús sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig.
Far þú í friði.